Komið sæl. Við sjáum hér á gervitólmyndinni að það voru svona skúrir á víð og dreif, sérstaklega til landsins og svo var eitt svona skúragarður hér á Norðausturlandi. Eins og sjáum á veðursjármerkinu fyrir austan. Einnig sjáum dökkasvæðið, þar hefur nú sést eitthvað til sólar inn á Héraði líklegast, enda fórst hitinn hæst þar eitthvað tæplega 18 gráður eins og í gær. Ef við skoðum stöðuna þá lægð að þokast yfir landið og heldur svona leið norðaustur á bóginn, dregur úr skúrunum í kvöld en síðan sjáum við hér myndalegt lægðakerfi sem að nálgast landið og útlit fyrir að verði nú vonsku veður hjá okkur, sérstaklega 50 og föstudag þegar það kemur. Nokkuð milt á landinu og verður það eitthvað áfram á morgun en síðan sjáum við hér þegar kemur fram á 50-daginn að þegar lægðirnar eru hér austan við landið og draga hér inn svalt loft og kólnar þá svona nokkuð snögglega hjá okkur. Og í fyrramálið þá svona norðaustlæg átt í kortunum, hún var svona strekkings norðaustan átt komin norðvestan til á landinu, ágætlega bjart hér á Suðvesturlandi, jafnvel hér austan Öræfa geti eitthvað sést til sólar í morgunsárið en öðruleyti þá skýjað og svona víða skúrir. Og þegar líður á daginn að þá þyknar svona heldur upp hér sérstaklega yfir Reykjanesið og líklegt að verði einhverjir skúrir svona meira skúrakennt að litast upp úr hádegi þar. En heldur svona bjartar yfir sunnan til á Snæfellsnesi en öðruleyti frekar skýjað og áfram svona svipar hitatölur voru í dag. Á Norðvesturlandi þar verður einnig frekar skýjað, smá skúrir, það verður nú frekar úrkomulítið, skýjað mestu, það er svona aðalega þá kannski á ströndu sem að rignir eitthvað, en gæti nú rifið svolítið af sér sunnan til á Vestfjörðum og hitinn svona víða svona frekar svalt, sérstaklega á Vestfjörðum, svona í kringum 5-6 gráður en svona jafnvel svona nái sér í tveggjastafi hitatölu svona það sem best lætur svona við verðum að sjá til. Á norðausturhorninu svona hægari norðaustlæg átt, þungbúið einnig meira þungbúið þar, svona stöku skúrir í þessu en það svona aðalega þá hér eftir því sem austan dregur meiri úrkomu og sérstaklega þá á Austfjörðum, það kemur svona úrkomusvæði svona smásaman inn yfir landið þegar líður á daginn, fyrst suðaustan til og síðan fer að rigna meira austanlands. Sjáum að það orðið svolítið vætusamt orðið hérna upp úr hádegi hér á Suðausturlandi og svona sæmilega milt áfram. Svolítið strekkingu við ströndina en mun hægari en til landsins. Sjáum svo úrkomusvæði koma hér yfir og svo á 50-daginn að þá heldur áfram að rigna hér austan til landinu sérstaklega en þegar líður á 50-daginn þá svona mun norðanáttin eflast og sjáum að hún orðin nokkuð ákveðin, víða strekkingur, allhvassvindur en jafnvel að slagi hvassviðri svona stöku stað, sérstaklega austan til og þetta svona meira og minna rigning svona til að byrja með en svona þegar líður á 50-daginn og þegar kemur fram á kvöldið, 50-kvöldið þá nú líklegt að hvessi enn frekar hér fyrir austan og kólni og með slittu eða snjókomu svona til fjalla á Norðausturlandi sérstaklega og hann mun rigna mikið duglega sérstaklega norðaustan til á 50-kvöldið og aðfarnótt föstudags og svo má einnig reikna með að það verði nokkuð byljátt hér undir Vatnajökli. Við sjáum hér að það verður svolítið mikil uppsöfn úrkoma norðaustan til og hvasst fram á föstudaginn. Það eru hríðarviðvaranir sem að muni taka gildi þá seinni partinn á 50-daginn svona 5-leytið á 50-deginum og gilda svo eitthvað fram á föstudag. Það dregur svona smá saman úr þessu en ekki eiginlega almennilega fyrir upp eftir hádegi á föstudaginn eins og það lítur út núna. Léttir víða til sunnan og vestan til landinu, sjáum það svalt í þessu þannig að þess vegna þetta hríðarviðvörun þó að sé meira og minna rigning á láglendi þá hríð upp á heiðum
og fjöllum. Mun betra viður svo á laugardaginn, það kemur svona dálítill hæðhryggur og léttir víða til en áfram frekar svalt. En það er sem sagt ágætisveður á morgun, vaxandi norðaustanátt, svolítil úrkoma hér fyrir austan en ágætisveður hérna vestanhafs. Verið sæl. Mig langar til